Já, góðan daginn og velkomin hérna. Það gaman að sjá hvað þið eru mörg mætt og við erum alveg sérstaklega ánægð með það vegna þess að þetta stór áfangi í stóri vegferð. En eins og allir vita vonandi að þá erum við með metnaðarfull markmið í loftslagsmálunum og í stjórnarsáttmála kveðið á ýmsa hluti sem eiga auðvelda okkur að ná þeim markmiðum og það þurfum við að hafa okkur öll við og þurfum að hlaupa hraðar heldur en við gerum núna. Og eitt af því er vindorkan sem sérstaklega tilgreind í stjórnarsáttmála og það var mitt hlutverk að setja þá vinnu á stað sem endar síðan með frumvarpi og til að gera langa sögu stutta að þá erum við svona 30 til 50 árum og eftir þeim sem við berum okkur saman við þegar kemur að nýta vindinn. Því fylgja kostir en svo galla líka vegna þess að ég hef þá sýn og ég held að við séum sammála það að þó svo við séum ákveðið regluverk í gangi núna vindorkuna og það búið að samþykkja 2 vindorkugarða í gegnum ramman að þá þetta þess eðlis að það skiptir máli að við séum með eins gott regluverk eins og mögulegt áður en að menn fara í uppbyggingu. Það ekki gott að fara á stað og semja regluna síðan, það mun betra að klára regluna fyrst. Og þegar maður með svona autt blað að þá verk að setja þetta í einhvern tann farveg að það skilir sem bestum árangri og þess vegna fól ég valin kunnu fólki, Hilmari Gunnlaugssyni sem formaður hópsins, Björt Ólafsdóttir sem þið þekki vel sem fyrrverandi umhverfisráðherra og Kolbeinn Proppé sem fyrrverandi alþingismaður og þetta fólk hefur allt saman getið sér gott orð af sínum störfum, ólíkir einstaklingar en það var líka hugsunin vegna þess að við þurfum öll að koma þessu verkefni til þess að ná góðri niðurstöðu. Og það ekki bara þessi hópur sem svona yfirhópurinn í þetta, heldur var sett önnur vinna á stað sömuleiðis til þess að styðja þennan hóp. Fyrsta lagi þá var settur sérstakur hópur undir forystu Gest Péturssonar sem var með tæknifólki til þess að skoða hafið, hvaða möguleikar eru þar því að þær þjóðir sem við berum okkur saman við eru komin ansi langt þar en við ekki byrjuð og mikilvægt að skoða þau mál vel. Nú síðan ekkert leyndamál að við settum ástæðan fyrir að við settum hóp til sem skoðaði þær þjóðir sem að við berum okkur oft saman við og þá ég að vísa í Noreg, Danmörku, Skotland og síðan Nýja-Sjáland að þar vorum við að var skoðað sérstaklega regluverki á þeim til þess að læra því það sem vel hefur gengið og hvaða mistök þau hafa gert í gegnum tíðina. Svo var Háskólinn á Bifröst sem skoðaði sérstaklega skattareglur í Noregi til að meta svona umhverfið í samanburði við það sem við höfum. En það illa geymt leyndamál að ég ætlaðist til þess að þessi hópur sem hér að hann myndi skila svona í mars bara frumvarpi. Þau búin að vinna mjög öttulega og hitta fjölda einstaklinga og það mér til efs, allavega ekki oft, að hópar hafa unnið með þessum hætti, það sem sótt jafn mikið í samráð og þau kom bara og sögðu til mér, Gulli, þetta þannig mál, þetta það mikið að við þurfum að koma með stöðuskýrslu og fá umræðina áður en við komum fram með tillögurnar. Og eftir að hugsa það svolítið þá held ég að það sé alveg rétt. Við verðum að taka þessa umræðu og ég reyndar man ég ekki eftir neinu máli, ég ekki alveg að byrja í þessi gær að eitthvað mál hafi verið þess eðlis að það hafi verið rosa gott svo fór fólk að tala og setja sig inn í það og þá var það eitthvað verra. Ég held að það hafi aldrei gerst og ég hlakka til samstarfsins og samtalsins sem verður í kjölfar þessa funda. En fundurinn verður þannig að við rennum hérna eins hratt og við getum yfir mjög mikið efni og þá aðallega þau þríeykið hér og síðan opið fyrir spurningar á eftir, þar að segja þá bara taka fjölmiðlamenn spurningar við okkur eins og þeir vilja en í kjölfarið líka fundaferð sem að ég kynni á eftir þannig að þetta áfangi mikilvægur og við erum alveg og ég einstaklega ánægður með afurðina, þessi skýrsla upplýsandi og góð og ég mjög ánægður við komin á þennan stað en það mikið verk framundan. En gjörðu svo vel, Hilmar. Já, þakka kærlega fyrir ráðherra og gaman að sjá ykkur hérna og líka ykkur sem að fylgjast með okkur hérna í gegnum streymi.
Nú ráðherra kynnti hverju voru með mér í starfshópnum og ég vil nú byrja á því að nota tækifæri og þakka fyrir samstarfið hingað til. En eins og kom fram hjá ráðherra þá erum við ekki hætt. Og þá vil ég geta þess að Hafsteinn Hafsteinsson, sérfræðingur hjá ráðuneytinu, hefur starfað ötullega með okkur og ég vil þakka honum kærlega fyrir samstarfið. Nú í skipunarbréfi að þar kom fram að okkar hlutverk væri að leggja mat á þessi atriði sem snúa að vindorkunýtingu á Íslandi, gera greiningu og koma svo fram með lagafrumvarp. Og eins og kom fram hjá ráðherra þá erum við ákveða við að áfangaskipta þessu og það er alveg ástæða fyrir því að eftir að vera búin að hitta mjög mikið af fólki og taka samtalið þetta, hlusta á umræðuna, þá varð okkur ljóst að það þarf að dýpka hana, það þarf að taka þessi gögn sem að ráðherra kynnti og þessar skýrslur, koma þeim inn í umræðuna áður en að við leggjum fram einhverja tillögur sem að menn eru jafnvel ekki tilbúnir fyrir. Nú, starf hópsins var umfangsmikið. Við kölluðum strax eftir umsögnum, sendum örugglega út yfir 300 umsagnar beiðnir og sendum það í fjölmiðla líka, þannig að það væri nú tryggt að sem flestir vissu af því að við værum óska eftir því. Það komu tæpa 70, við höfum haldið 50 fundi og fengið yfir 100 gestakomur. Við höfum haft sérstakt samráð sem er samkvæmt skipunarbréfi við samband sveitarfélaga og hitt þau reglulega, svona nánast mánaðarlega á þessum tíma og fyrir það ber að þakka. Nú, varðandi síðan núna ætlum við að fara yfir það sem að kemur fram í skýrslunni og við ætlum að hafa það þannig að Kolbeinn mun byrja og fara yfir nokkur atriði og svo höldum við áfram. Gjörðu svo vel, Kolbeinn. Já, takk fyrir það, formaður og ráðherra. Já, þegar við förum að skoða þessi málefni vindorku þá er erfitt að skoða þau bara einangruð. Maður uppgötvar það fljótlega þegar maður fer að setjast yfir þessi mál. Og ekki síst þegar hlustum á ráðherra og stjórnvöld sem að setja þetta beint í samhengi við loftslagsmál og þau markmið sem við höfum undirgengið sem samfélag í þeim. Þess vegna höfum við horft á þetta dálítið vítt, bæði þegar kemur að markmiðinu en eins kannski orkukerfinu öllu. Og margt sem við segjum, svo sem í þessari skýrslu varðandi vindorku á við orkukerfið í heild sinni eins og þið munum koma stað þegar þið kafið betur ofan í skýrsluna. En hver er stefnan? Hvað er það sem við sem samfélag, stjórnvöld, Alþingi erum búin að ákveða að gera og það er að við ætlum að verða kolefnishlutlaus árið 2040. Og ég þarf ekki að segja fólki hér inni það, þegar lítið yfir hópinn, segja að hér er fólk sem veit mikið þessu mál, að þetta er bara í næstu viku ef við ætlum að ná þessum árangri á næstu 17 árum. Og við höfum leitið svo á að það sé pólitískt og samfélagslegt viðfangsefni hvernig við ættum að leysa þetta verkefni. Hér er horft á vindorkuna og eins og ráðherra kynnir að stjórnvöld að horfa að það verði biti í þessu púsli sem að nær þessu markmiði. Og hvað höfum við samþykkt fleira og ákveða að verði stefna okkar? Jú, það er ótal margar samþykktir og stefnur en ég ætla að fókusa hérna á þessi 4 atriði. Alþingi samþykkti árið 2017 aðgerðaáætlun í orkuskiptum. Og þetta er eitt af þessum örfáum málum á þingi, nú ég fylgst vel með þinginu í allt og lengi með hvað ég er ungur, að það sem að 63 þingmenn sátu í salnum og sögðu já. Það er sko ekki alltaf setið í öllum sætum. Þannig að það voru allir þingmenn sammála þessa aðgerðaáætlun í orkuskiptum árið 2017 og það er meðal annars kveðið á framleiðslu innlends eldsneytis. Við erum aðgerðaáætlun í loftslagsmálum frá árinu 2020 sem við þekkjum og nú er unnið í ráðuneytinu að uppfærslu þessara áætlunur og það verður spennandi að sjá hver verða ný markmið þar og hvaða leiðir á að fara að þessu metnaðarfulla markmiði. Við erum með það markmið að draga saman losunum 55% árið 2030 og sé árið 2040 í næstu viku, þá er þetta nú bara morgun. Þannig að við þurfum að fara að ákveða núna hvernig ætlum við að ná þessu. Þannig að þetta verði ekki bara einhver falleg orð á svona fundum eða metnaðarfull markmið á glærum. Við erum líka búin að samþykkja að fasa út allt jarðefnaeldsneyti árið 2040 og hvernig gengur það? Já, ekki vel. Við erum að auka notkun jarðefnaeldsneytis og stefnir í 1,5 milljón tonna af því árið í ár.
Þannig á næstu 17 árum ætlum við að vera búin að finna lausnina hvernig við ætlum að hvað á að koma í staðinn fyrir þessa 1,5 milljón tonna af jarðefnaeldsneyti. Og það þarf að sjálfsögðu að byrja á því strax. Já, það er ekki þannig að einn daginn bara slökkum við á einu kerfi og kveikjum á hinu. Ráðherra kom inn á loftslagsmarkmiðin og vindorkuna í því samhengi. Þess vegna spyrjum við þessar spurningar. Eigum við að forgangsraða orkukerfinu í þágu loftslagsmarkmiða? Af því að það er ekki nóg að segja að orkuöflun sé í þágu þessara ef að svo orkan fer svo í eitthvað annað. Þannig að við þurfum að velta það fyrir okkur, þarf að taka kerfið í heild sinni, skoða það þannig að sé hægt að forgangsraða það í þágu loftslagsmarkmiða. Það er hægt að gera með forgangsröðunin leyfisveitinga, meðferðum stofnana, eigendastefnu fyrirtækja í eigu ríkisins og svo framvegis. Það er komið inn á þetta í skýrslunni, eins og leiðir sem hafa verið nefndar sem mögulegar að þessu markmiði. Verði það okkar ákvörðun að gera þetta. Og orkuskipti ein og sér og orkuöflun er náttúrulega ekkert eina svarið við þessum vandamálum sem stöndum frammi fyrir þegar kemur á loftslagsmálum. Og það er gríðarlega mikilvægt að gera sig grein fyrir því. Það er engin töfralausn í þessum málum. Við þurfum að gera allt. Þetta snýr að neysluvenjum, bæði okkar einstaklinga en líka sem samfélags. Erum við að fara að halda áfram að vera hagnaðardrifna samfélag sem við höfum verið, ætlum við að horfa á þróun samfélagsins eftir öðrum leiðum. Það snýr að bindingu og kolefnisbinding er ásamt orkuskiptum eina önnur stoðin í aðgerðaáætlun í loftslagsmálum frá árinu 2020. Þetta snýr að orkusparnaði, bæði það að tæknin er alltaf að fleyta fram og nota minni orku, en einnig það hvort að við sem samfélag, einstaklingar, ætlum að nota minni orku en við höfum verið að gera, nota hana kannski öðruvísi. Og svo snýr þetta að orkuskiptunum og það kannski er það sem að þessu kemur mest inn á það starf sem við höfum verið að vinna og erum hérna að leggja fram sem umræðugrundvöll inn í. Orkuskiptin, þetta er náttúrulega bara selvfølgilegur, þetta snýr það að finna út hvernig við ætlum að afla orkunar án þess að nota jarðefnaeldsneyti og auka þannig á vandamálið, hvernig við ætlum að leysa vandamálið, hvernig við ætlum að tryggja almenningi, atvinnulífi, græna orku, okkur öllum sem samfélagi og svo snýr þetta, við vitum orkuskipti varðandi samgöngur á landi, þar eru áætlanir í gangi og ýmislegt verið gert þar, en svo snýr þetta sjálfsögðu að skipum og flugi líka. Við tölum oft þannig á sérstaklega á erlendi grundu eins og við séum hreinorku land og búin með okkar orkuskipti. En það er auðvitað ekki þannig að með við erum að nota 1,5 milljón tonna af jarðefnaeldsneyti og meðan skipið og flugið eru að keyra ekki á grænni orku. Þannig að verkefnið er að einhverju leyti það að finna út hvernig við ætlum að hvað á að koma í staðinn, hvernig við notum beint rafmagn, hvernig við ætlum að framfylgja samhljóða ályktun Alþingis frá 2017 framleiðslu rafeldsneytis. Stjórnvöld hafa talað eins og vindorka eigi að verða þriðja stoðin í orkukerfinu við hliðin á jarðvarma og vatnsafli, auka þannig fjölbreytni í orkukerfi sem er að mörgu leyti einsleitt hér miðað við önnur lönd og kannski gæti á ákveðnum svæðum tryggt orkuöryggi á köldum svæðum. Viðfangsefnið snýst ekki bara það að ákveða hvernig fyrirkomulag virkjun vindorku á að vera að mínu viti. Það er markmið stjórnvalda að vindorku verði hluti af lausninni þegar kemur á loftslagsmálum. Í skipunarbréfi okkar er vitnað í stjórnarsáttmála þar sem beinlínis er kveðið á að það eigi að finna leiðir til að einfalda uppbyggingu vindorkuvera til framleiðslu grænnar orku og þessi skýrsla sem við leggjum hérna fram, sem við vonum að við höfum dregið fram þau álitaefni sem þarf að horfa til eins vel og hægt er liður í því hvernig hægt er að uppfylla þetta. Hilmar kom inn að áðan og reyndar að það líka við varum skammt á veg komin miðað við önnur lönd og það er alveg rétt. Ég líti á það sem tækifæri. Við höfum hérna tækifæri til að ákveða fyrirfram hvernig við viljum byggja upp þennan geira.
Við höfum tækifæri til að skapa þessa heildarsýn, samspil við orkukerfi almennt, hvernig við nýtum þennan kost inn í okkar stóru markmið, samverðslegu markmið í loftslagsmálum og við höfum tækifæri til að byggja upp kerfið í kringum það fyrirfram. Eftirlitsstofnanir hafa reglur skýrar. Við höfum lært ýmislegt af skýrslu ríkisendurskoðunar varðandi fiskeldismál. Það sem meðal annars meðal gagnrýni þar var að finna að þar væri eftirlitsiðnaðurinn og regluverkið eftir á. Við kölluðum ríkisendurskoðanda okkur fund og fórum yfir þessum málum hvað við getum lært af þeirri skýrslu í okkar störfum, af því að það er gríðarlega mikilvægt að allt regluverk og eftirlit sé öflugt í upphafi og öll viti að því hverju þau ganga. Og stjórnarsáttmálinn leggur líka mikla áherslu á að þetta verði gert með sáttina að leiðarljósi. Og það eru áskoranir framundan. Það eru skoðanir á orkumálum á Íslandi eru skiptar. Það er ekki að segja fólki það hér. Sjónarmiðin eru mörg. Við höfum vonast til þess að þessi skýrsla geti verið innlegg inn í umræðuna hvernig við sem samfélag ætlum að ná þessu markmiðum. Ég hef nú stundum velti fyrir mig hvort að það ætti ekki bara að stofna til eitthvað þjóðarsamtal, þjóðarátak hvernig við ætlum að ná markmiðum okkar í loftslagsmálum árið 2040. Hvernig orkukerfið á að vera hluta því. Og ef að fólk vill ekki einhverja ákveðna leiðir, hvaða leiðir vill þá í staðinn? Af því að við erum á þeim stað núna að það er ekki lengur hægt að skila auðu. Við verðum að svara því hvernig við viljum ná markmiðinu. Og það er okkar vilji að það skapi sem breiðust sátt og hægt hagnýtingu vindorku með þessari opnu umræðu sem verður krefjandi, en ég er stoltur af því að hafa fengið að fá að taka þátt í henni og fá að gera það áfram. Því að opið samtal okkar sem samfélagsumhverfismál væri okkur öllum til góðs. En nú ætla ég að gefa Björt orðið sem ætlar að fara kannski nánar inn í ýmis þau álitaefni sem að finna í skýrslunni. Já, takk fyrir Kolbeinn, gaman að sjá ykkur og því sem heimasitjið eða horfið á streymið. Ég ætla að fara yfir þessi úrlausnarefni sem að við sjáum auðvitað og við í okkar vinnu í þessum starfshópi sáum að liggja fyrir og tímalínuna sem að liggur líka fyrir. Svo hér hefur komið fram í máli Kolbeins og ráðherra að þá er tíminn naumur og það að vindorkan verði þessi þriðja stoð í orkuöflun þjóðarinnar, það skiptir máli hvernig það er nálgast og það eru ótal hagaðilar og ótal atriði sem að liggja hér undir. Fyrst og fremst er það auðvitað náttúran og umhverfið. Við vitum það að vindorkan, hún ber mikla ásýnd, við sjáum hana vel og við erum ekki vön henni og við eigum einstaka náttúru og umhverfi og það þarf að vanda hér sérstaklega vel til verka. Við fundum það þegar við byrjum þessa vinnu í starfshópnum og þó svo að við höfum átt ríkulegt samtal við hagaðila þessi og þessa hagaðila og fjölda fleiri atriða sem að liggja undir að þá verðum við að færa þetta til bókar, það sem að þarf að tala og leysa úr og við þurfum að halda þessu samtali gangandi. Það eru hlutir eins og stærð og staðsetning vindorkuvera sem að bara skiptir alveg gríðarlega miklu máli. Hvað vill þjóðin í því samhengi fer aðeins betur inn á það á eftir. Það eru þegar maður dýpkar umræðina sem að ekkert öllum ljóst nema kannski þeim sem að starfa innan orkugeirans að þá sjáum við þetta líka að vindorkan hún er töluvert sér á báti, hún þarf alla jafna sveiflujöfnunar orku og hvar á sú þá orka að koma frá á að vera einhver markaður slíka orku eða hvað og þetta skiptir bara mjög miklu máli að mörku sé stefna og færð fram af hálfu stjórnvalda. Það er önnur grundvallarstarfsemi eins og ferðaþjónustan til dæmis sem að skiptir rosalega miklu máli, landbúnaður, annað og sjávarútvegur með sína siglingaleiðir sem að þarf að taka og hugsa allt í samhengi. Við fengum það verkefni að skýrt
í okkar skipunarbréfi að skoða þessa regluverk og þessa ferla og athuga hvort það mætti ekki bæta þá. Og við sjáum ótal leiðir þar, eins og Hilmar kemur hérna inn á eftir, en það var samt mikill samhljómur í því að það skiptir mjög miklu máli að leikreglurnar séu skýrar og það sé ekki slegið af neinum kröfum, heldur að við vinnum þéttar. Efnahagslega áhrifin geta verið umtalsverð og við förum vel yfir það hér á eftir og það þarf að skoða mjög grundigt áfram og setja í samhengi. Hlutir eins og tengimannvirki, er þetta bara plug and play? Getum við bara nýtt þau sem að þegar eru eða þarf ekki fleiri línur og uppfærslu eða hvað? Jú, svo sannarlega. Og svo þetta síðast ekki síst, mjög mikilvægt, nærsamfélögin sem að skipta gríðarlega miklu máli hér og það hefur verið mjög gott í þessari vinnu að við höfum verið í virku samtali við Samband íslenskra sveitarfélaga og það góða fólk þar og það samtal og sú vinna hefur, ef ég tala fyrir sjálf mig, dýpkað mikið svona og maður sér betur skrefin sem maður þarf að fara áfram ef við eigum að ná einhverju sátt þessi málefni. Það eru atriði hérna, ég ætla bara að tæpa hérna á nokkrum atriðum, eins og til dæmis stærð. Erum við að tala fáa stóra vindorkugarða eða marga smáa vindorkugarða? Hvað sér fólk fyrir sér? Hvað verður fólk sáttast Er þetta einhver sambland af þessu? Kolbeinn talaði hérna áðan orkuskiptin og við eigum það í stefnum okkar að fasa út jarðefnaeldsneyti með rafeldsneyti. Það gerist það helst í fáum og stórum vindorkugörðum, það ekki? Fólk sátt við þá ásýnd á landinu? Vill það frekar marga smáa vindorkugarða? Það annars hægt að styðja við annað þar líka. Köld svæði, raforkuöryggi, að einstaka verksmiðjur eins og við þekkjum sem að nota ennþá olíu á erfiðum tímum eða þegar mikil eftirspurn eftir raforku að það sé hægt að fasa það út. Þetta þarf að vera heildarskipulag sett fram hvað þetta varðar og fólk þarf að vita hvað kemur. Svo erum við með staðsetninguna, erum við að tala nærri innviðum. Það liggur ljóst fyrir að það auðvitað gott að samnýta vegi og annað sem að þegar búið að setja upp, það sem að þegar búið að raska og brjóta land. Við sáum það líka við starfshópurinn í okkar vinnu að þær samanburðarþjóðir sem að hér voru nefndar áðan eru að færa sín mannvirki auðvitað á haf út en líka nærri byggð nálagt kannski iðnaðarsvæðum sem að þegar ásýndin mjög mikil og þegar hefur mikið rask farið fram. Það eitthvað sem að hugnast fólki? Og svo það óbyggðu svæðin. Einhverjir hafa í huga heiðarnar, en við vitum auðvitað líka að óbyggðirnar okkar eru einstakar í veröldinni og við þurfum að huga að náttúrunni mjög vel, við þurfum að huga að líffræðilegum fjölbreytileika og við þurfum að við þurfum að passa að vera ekki að fórna meiri hagsmunum fyrir minni. Annað sjónarmið, ég nefndi hérna hafið, það eru bara 2 lundir sem eru samþykktir í gegnum rammaáætlun sem að Landsvirkjun með, þá báða. Það sjónarmið uppi, við erum ekki komin lengra og við ekki bara færa þetta allt út á haf, ekki að nýta tækifærið. Og það eins og ráðherra kom inn á, það var skoðað sérstaklega bara fýsileikinn á þessu í svona ákveðnum tæknilegum hóp undir stjórn Gests Pálssonar samhliða okkar vinnu og það bara mjög margt spennandi sem að kemur fram þar en það liggur ljóst fyrir að þar eru miklu möguleikar en til 2030 þá verður ekki byggð nein vindorkuver á hafi.
En fram í lengri framtíð þetta vissulega möguleiki og þarf að rannsaka betur. Annað stórt atriði, ég fæ all stóra atriðin, það er auðvitað löggjöfin. Það var skýr orðera í okkar starfshópi, skoðiði þessa löggjöf, vindorkan, er það betra að hún sé ekki inn í rammaáætlun, á hún heima annars staðar í sérlöggjöf. Hún nú þegar þar, en hún auðvitað öðruvísi en fallvatnið og jarðhitinn út, hún ekki jafn staðbundin. Og í þessu vil ég bara segja, sko þetta 90 blaðsíðna skýrsla, við förum mjög grundigt í þessa kosti og galla og þessar leiðir innan eða utan rammaáætlunar. Ég myndi lesa hana vel og ég veit ég geri það. En ef við færum þetta utan rammaáætlunar, sveitarfélögin hafa náttúrulega auðvitað skipulagsvaldið og það er áhugavert að skoða það, hvort að þau vilji koma meira að málum í þessum efnum. Þar eru líka kostir og gallar, stærð sveitarfélaga spila inn í og annað. Og þetta svona spurningin heildarsýn eða að það sé verið að vinna þetta hver í sínu horni, og þá bara spurningi hvað löggjafinn vill gera í þessum efnum til framtíðar. En þá fari ég keflið til Hilmars, Gisvel. Þakka ég kærlega fyrir Björt og Kolbeinn. Nú aðeins regluverk og ferla, að það auðvitað mikil áhersla lögð á það að við eigum að leita leiða til að einfalda regluverkið, einfalda ferlana. Og í samtölum við hagaðila að þá hefur þetta ítrekka komið fram. Það ekki nógu góð staða á þessum málum í dag. Mál taka allt og langan tíma. Og ekki bara í orkugeiranum, en klárlega í orkugeiranum. Og ef við horfum hér á til dæmis skipulagsmálin, umhverfismat og leyfisveitingar, að þegar að við höfum þá spurt og hvað eigum við að gera, svarið aldrei að það eigi að sleppa einhverju eða gefa afslátt af kröfum. Við verðum bara að gera þetta betur, við verðum að gera þetta skilvirkara. Og það ýmislegt sem hægt að gera og við leitumst við að draga það fram í skýrslunni. Sumt hefur verið gert og bara í fyrra að þá kom ráðherra fram með tillögu sem að gera það að verkum að stækkanir sem að hafa ekki mikil umhverfisáhrif, þær fá skjótvirkari meðferð. Og þá ráðherra einnig búin að leggja drög að öðru sem að skipti mjög miklu máli og tengi við það sem Kolbeinn sagði. Það að segja að efla stofnanirnar núna, áður förum af stað, og þar vinna í gangi við að sameina stofnanir og gera þar hæfari til þess að tækla verkefni sín. Og þetta mjög mikilvægt. Nú hugtakið one stop shop, sem að sletti nú aðeins, hefur oft verið notað og mörg ríki leggja áherslu á slíkt. Það að segja að aðila þurfi ekki að fara á milli aðila með sömu gögnin og leita óska eftir leyfum. Heldur að það sé einhver einn sem að tekur við þessu og að það sé verið að samnýta upplýsingarnar. Við sjáum það í Evrópusambandinu að þar lögð gríðarlega áhersla á þetta atriði. Og þar beinlínis sú krafa bundin í lagaákvæði að leyfisveitingaferli helst ekki að taka meira heldur en 2 ár. Við þurfum að huga mjög vel að þessu og tryggja þetta gangi betur. Nú náttúrulega umhverfið, það auðvitað búið að koma inn á það, en það ákveðin meginmarkmið sem við hljótum að vera sammála að setja í öndvegi. Og alveg eins og ég held að flestir séu sammála það að loftslagsmálin eru sameiginlegt verkefni mannkyns, þá hlýtur það að vernd líffræðilegs fjölbreytileika að vera það líka. Og við þurfum að tryggja þær aðgerðir sem við ráðumst í að það raski sem minnst og hafi sem minnst neikvæð áhrif á líffræðilega fjölbreytileika. Nú síðan auðvitað það sem snýr sérstaklega vindorkunni með sjónrænu og hljóðrænu áhrifin, að það þarf að tryggja að sé tekið fullt tillit til þeirra og eins og var komið inn á með fugla og náttúruna og ekki síst á farleiðir fugla og fuglasvæði að við byggjum á rannsóknum og öflum okkur upplýsinga. Nú varðandi síðan framkvæmdina að þá það stórt atriði að við gerum kröfur og það margt sem við getum leyst ef við tryggjum og gerum kröfum bestu tækni
bestu fáanlegu tækni og að við byggjum á þeirri reynslu sem að bæði aðrir og við úr öðrum geirum höfum. Og mengunarvarnir og koma þannig hjá mengun, við verðum vör við það í haust, það var mjög mikil umræðum til dæmis örplastmengun og það þarf að tryggja að með slíkum kröfum að það sé einfallega komið í veg fyrir það eins og hægt er. Nú annað í þessu samhengi sem vert að nefna og við sjáum til dæmis Norðmenn gera mjög skýrt að það að gera skýra kröfu á orkufyrirtæki að leggja fram garantíu eða tryggingu þannig að niðurrif sé tryggt, að það séu til fjármuni til þess að gera það þegar að starfsemi lokið og förgun. Að það sé búið að leysa það, ekki bara varpa því inn í framtíðina sem vandamáli. Og við höfum komið inn á þetta samtal við hagaðilana og hér eru bara í dæmaskyni nokkrir aðilar, við förum yfir þetta betur í skýrslunni og nefnum þar, teljum upp fjölda hagaðila. En það sem að við heyrum og menn verða að leggja vel hlustir, að það til dæmis að sú atvinnugrein sem að skapa mesta gjaldeyristekjur, sem ferðaþjónustan, að hún geldur varhug við því að hvort við gerum þetta þannig að við séum að, eins og Björt sagði, að fórna meiri hagsmunum fyrir minni. Og það verður að hlusta á þetta, en það verður auðvitað að fara fram mat. Nú almenningur, það ekki bara krafa að vera hluti af ákvörðunartökunni, heldur skýr krafa að það sé verið að skipta ávinningnum með sanngjörnum hætti. Og sú krafa ekkert síður skýr hjá nærsamfélögunum og sveitafélögunum þessa mundir og hefur verið lengi. Nú síðan kannski eitt sem allt í lagi að taka hér sem eru landeigendur, að vindorkan svolítið öðruvísi. Það ekki eins staðbundið og þá hlýtur að vera gerð svo krafa að það sem verið að gera sé gert í sátt við landeigendur. Af því að það eru svo margir staðir sem koma til greina. Ólíkt auðlindum á borði jarðvarma og vatnsafl. Nú eins og ráðherra kynnti hérna upp að þá mikil vinna sem hefur verið í gangi og meðal annars í skýrsla sem BPA Fjellco vann sem var samanburður á þessum samanburðaríkjum sem að ráðherra taldi upp. Danmörk, Noregur, Skotland, Nýja-Sjáland. Það aðeins vikið á öðrum ríkjum en þetta svona megin samanburðaríkin. Og við spyrjum hér núna tveggja spurninga. Hvernig gera aðrir þetta og hvað hafa þeir gert og að gera? Og hvernig? Númer 1 svolítið áberandi, það mjög sterk pólitísk stefnumótun í þessum ríkjum. Og hún lifandi. Hún í stöðugri endurskoðun og uppfærslu vegna þess að geirir á flegi ferð. Vissulega eru ólíkar aðstæður þarna og ekkert þessara ríkja með kerfi sem í dag eru þau ekki með kerfi sem að svipa til rammaáætlunar hjá okkur. En í því samhengi mikilvægt að hafa í huga að heimildir ríkisins í þessum ríkjum oft meiri þegar kemur á skipulagi heldur en á Íslandi. Skipulagsvöld sveitarfélagi að mörgu leyti sterkari hér, þó að séu auðvitað sérákvæði síðan í rammaáætlunarlögum. Og hvað hafa þau gert? Og fyrst aðeins til að setja þetta í samhengi þá efsta línan að sýna okkur hvað uppsett afl í raforku. Heildar uppsett afl. Og ef við tökum Ísland og bætum þarna við þá við rétt undir 3 gigavöttum í dag. Nú, hvenær byrjuðu þær að framleiða orku úr vindinum? Og það Danmörk 1970 og hinar 3 þjóðirnar byrjuðu fyrir rúmum 30 árum síðan. Það eitthvað þarna sem við getum lært af. Bæði jákvætt og alveg örugglega eitthvað sem einhver mistök sem þau gerðu. Nú, síðan sjáum við hlutfallið af vindorku í heildarframleiðslunni og þar eru 2 ríki sem skera sig úr í báðar áttir og við samsumum okkur miklu meira með Noregi og Nýja-Sjálandi í þessum efnum af því að þau ríki eins og við með aðrar endurnýjanlegar orkulindir sem hægt að nota og það skýrir þennan mikla mun. Og loks, hvað þau að fara að gera? Björt fór hér aðeins yfir áðan varðandi hafið og það auðvitað freistandi alltaf bara að segja að gerum þetta þar. En við sjáum alveg að þessi ríki með skammtímamarkmiðin, 2030 markmiðin, mjög skýr á landi. Vegna þess að það raunhæfara og það einfaldlega mun ódýrara. Og þau eru með mjög mikil mælanleg markmið flest þeirra. Nú, efnahagslegu áhrifin. Við höfum aðeins komið inn á það. Þau skiptu auðvitað miklu og þau eru á margvíslegum toga. Hér á Íslandi búum við það að til dæmis ríkið hefur tekið sínar með tvennum hætti í raun. Það eru skattar og það arðgreiðsla því ríkið á svo mikið af orkufyrirtækjum.
En það sem við viljum leggja áherslu á líka og ráðherra hefur verið að gera, að það kostnaður ef við gerum ekki neitt. Á fjárlögum í fyrra tókum við frá 800 milljónir til þess að mæta þeirri staðreynd að við höfum ekki staðið við skuldbindingur okkar samkvæmt Kyoto. Og það á þessu ári sem fyrir fjárlögin 23. Við völtum fram ýmsum valkostum í skýrslunni okkar þegar kemur að sköttum og gjöldum. Og fyrsti valkosturinn auðvitað ákveðin núllkostur sem bara óbreytt ástand. Nú annað sem má segja þurfti að ræða það, við skulum ekki hækka skattbyrði eða skatta, en við þurfum að laga skiptinguna. Og það tvennt undir. Annars vegar skipting á milli sveitarfélaga þegar við vorum á fasteignagjöld, þannig að hún ósanngjörn í dag. Raski getur verið mjög mikið í 2 sveitarfélögum, en það fyrst og fremst sveitarfélagið sem stöðvarhúsið sem að fær tekjur í dag. Í öðru lagi þá bara sú staðreynd, og Háskólinn á Bifröst dróð það fram í sinni vinnu, að tekjurnar, skatttekjur, 80% ríkismegin, 20% sveitarfélagamegin. Nú, við gætum afnumið undanþágu. Orkufyrirtækin búa við það að stór hluti af þeirra mannvirkjum ekki fasteignamatsskild og mynda þannig ekki skattstofn fyrir fasteignaskatta. Og þetta búið að vera umræði í langan tíma. 2017 kom út skýrsla og sviðsmynd frá Þjóðskrá sem að sagði: ef við afnemum þessa undanþágu, þá hækkar fasteignaskattstofninn úr 60,5 milljarði á verðlagi ársins 2015 í 973. Eða 16-faldast. Og þar öll orkumannvirki undir. Nú, við getum lagt nýja skatta og þar auðvitað ýmislegt sem við drögum fram. Það væri hægt að hafa orðum fleiri tegundir, en við drögum þetta fram. Fyrsta lagi raforkuskatt, sem þá skattur á hverja kílówattstund. Við horfum til Noregs og sjáum þar svona skattur. Hann rennur reyndar til sveitarfélaga. Við horfum aftur til fortíðar og við sjáum á Íslandi var svona skattur frá 2009 til 2015. Auðlindarentuskattur skattur sem að Norðmenn aftur hafa nýtt mjög lengi núna og sérstaklega í olíu og vatnsafli og hafa þróað, og í síðastlegu haust lögðu þeir fram tillögu að slíkur skattur skyldi einnig vera á vindorku á landi og sjókvíaeldi. Á Íslandi erum við með eina tegund innheimtu gjalda sem að svipa til þessa skatts, og það auðlindagjöld í sjávarútvegi. Nú, við sjáum það að aðrar þjóðir ekki allar að fara og sækja tekjur til dæmis til nærsamfélagi gegnum skattkerfið, heldur hafa Danir og Skotar meira notað líka samfélagslega styrki eða samninga milli orkufyrirtækja og nærsamfélaga. Og það þá einn valkosturinn. En auðvitað verða menn að gera sér grein fyrir því að ef menn að fara að auka skattbyrðina, þá kann það hafa áhrif á raforkuverðið. Og þá eitt sem við fengum og var unnið fyrir okkur, eða ráðuneytið lét vinna, að það var sérst greining, hvað myndi það þýða ef að norskar reglur gilt á Íslandi. Og það var Háskólinn á Bifröst sem vann þetta. Það myndi í fyrsta lagi þýða að skattbyrði orkufyrirtækja myndi þrefaldast. En það myndi líka hafa mjög mikil áhrif á hvernig þeir skattar skiptast á milli ríkis og sveitarfélaga. Aukning skatttekna ríkisins væri 36%, en aukning skatttekna sveitarfélaga væri ríflega 800%. Og þetta aukningin af orkustarfsemi. Nú, þessi skýrsla og eins og aðrar verða gerðar opinberar og með okkar skýrslu, vænti ég, og þar geta menn kynnt sér betur tölur á bak við þetta. Nú, en góðu gestir, það svo að eins og við höfum rakið, nágrannaríkin okkar með skýra stefnumörkun og við þurfum skýra stefnumörkun. Og okkur var það ljóst í okkar vinnu að áður en að slík stefna lögð fram, þá verður að eiga sér dýpra samtal marga þá þætti sem við höfum hér fjallað Og það tilgangurum með þessum fundi og því sem við tekum núna, það að reyna að þroska þetta samtal og taka það þannig að það sé hægt að taka með því sem kemur þá út úr því líka í þeirri vinnu sem framundan.
Og við erum þær kynslóðir sem njótum hvað mest þess sem hefur verið byggt upp meðal annars með orkunýtingu á síðustu árum. Og við hljótum að taka nokkra ábyrgð núna og horfa á hvernig ætlum við að leysa þau verkefni sem eru framundan. Og þar þurfum við aðeins að axla ábyrgð og við getum kannski ekki komist upp með það, eða þurfum alltaf að koma með aðra lausnir eins og Kolbeinn sagði, eða vera einfaldlega tilbúin til þess að hafa þetta nær okkur heldur en við vildum áður. En þá hef ég lokið og gjörðu svo vel að vera. Takk. Já, ég ætla nú svona bara að taka þetta svona aðeins saman í lokin, eins og ég held að við upplifum öll þegar við heyrum þessa kynningu að það í mörg horn að líta og það mjög mikilvægt að við tökum þessu umræðu og við hljótum að hlakka til hennar. Og ég vil hins vegar nota bara tækifæri svona vegna þess að maður hefur tækifærið og ég reyna að gera þetta allstað þar sem ég get, að bara að við áttum okkur á því hvað við undirgengist og hverju við erum að taka þátt í. Heimurinn ákveðinni vegferð og þetta eru bókhaldskerfi 3 sem að heimurinn hefur ákveðið að vinna eftir. Og gráu hringirnir, þeir eru annars vegar ETS-kerfi sem þar sem eru með millilandaflugið og stóriðuna og svo lengar frá skógræktin og landgræðslan og þetta ETS og LULUCF, við erum að vinna þetta saman með Evrópu, með Noregi og Evrópusambandsríkjunum. Það sem ég vek sérstaklega áherslu á vegna þess að ég hef mestar áhyggjur af því að það það sem á beinni ábyrgð Íslands. Þar erum við með mjög metnaðarfull markmið sem við undirgengist og hér hefur komið fram að við erum núna að setja 800 milljónir af peningunum ykkar í að greiða fyrir uppgjör og skuldbindingum vegna þess að við vorum ekki nógu dugleg að rækta skóg og rækta land. Og ef við náum ekki þessu markmiðum og beinni ábyrgð Íslands sem eru hér, að þá verður það miklu hærri upphæðir og þá greiðum við hverju ári. Það verður ekki ein uppgreiðsla þarna ef við þurfum að kaupa loftslagsheimildir. Og ef okkur gengur vel, þá verður það hins vegar tekjupóstur og við getum fengið tekjur af því. Og á þess að láta funding ganga út á þetta, þá þetta sem undir liggjandi. Þetta það sem undir beinni ábyrgð Íslands og það sem næst okkur í tíma, 6 ár. Það langstærstu hlutin jarðefnaeldsneyti og önnur orka og það eru vegasamgöngur, fiskiskipi, jarðvarmavirkjanir og strandsiglingar. Úrgangurinn, það eru gríðarleg tækifæri eins og við erum svo langt og eftir öðrum þegar kemur að þeim málum. Við getum gert svo miklu betur í hringrásarmálunum. Landbúnaðurinn, okkar mikilvægi og góði landbúnaður stór þáttur í þessu, þarna landgræðslan og skógræktin ekki undir og síðan ertu með efnanotkunna. En síðan skiptir líka máli og að við áttum okkur líka á stærðunum í þessu því að það liggur alveg fyrir að við erum að taka út bensín og dísel, það jarðefnaeldsneyti sem við notum og við þurfum græna orku í staðinn. Og þegar við erum að hugsa á orkuöflun og þar þurfum við að vanda okkur, þar þurfum við alltaf að geta jafnvægis, að þá eru ýmsir valkostir. Og bara til að setja þetta svona í samhengi að Hvammsvirkjun sem kannski mest í umræðinni núna sem í nýtingaflokki og Landsvirkjun að fara á stað með, 95 megawatt, Búrfellslundur sem ekki sama afl, þar að segja að vindurinn blæs bara stundum 120 megawatt sem sömulegis á leiðin á stað. Síðan eru Kárahnjúkar sem olli miklu deilum sem 690 megawatt og heildar raforkuframleiðslan í Íslandi núna 3000 megawatt. Það eru engar hugmyndir Kárahnjúkavirkjun eða einhverja slíka virkjun neinstaðar. Það ekki neinu ferli og ég hef ekki heyrt neinar slíkar hugmyndir. Þannig að við erum alltaf að líta að vera í vatnsaflinu miklu smærri hluti. En síðan eru vindmyllunar, þær eru alltaf að verða öflur og vindmyllu á landi núna 4 til 6 megawatt. Og ég held að skipti bara máli vegna þess að það ég held að sé alveg sama hvaða einstaklingur í Íslandi, hvaða Íslendingur eða fengi það verkefni að ákveða hvernig við ætlum að ná í grænu orkuna. Þetta alltaf eitthvað sem menn þurfa virkilega að fara yfir til að gæta jafnvægis, ekki síst út af náttúrun okkar, því að það ekki bara tilfinningagildi, það líka efnahagsleg verðmæti í ósnortinni náttúru. En svona bara alveg í lokin að þá held ég, en svo getur maður aldrei vitað hvernig, að því að við erum að taka samtal til þess að taka samtal, en við myndum svona ætla það, ég myndi ætla það, að þetta eru svona helstu álitaefnin.
Ætlum við að hafa þetta innan eða utan rammaáætlunar, það er búið ágætlega að fara yfir það hér og svo sannarlega í skýrslunni, skatta- og reglugerð umhverfið, staðsetning og stærð vindorkuvera og þetta 3 og 4 svo sannarlega spila saman, samspil náttúru umhverfis með nýtingu, hvernig við ætlum að nýta opinberu fyrirtækin í þessu og svo þetta nærsamfélagið. Og bara svo það sé sagt að í gær að þá ákvað við ríkisstjórnar minni tillögu að fara í vinnu með því að skoða skatt- og reglugerð umhverfið undir forystu fjármálaráðuneytisins, mitt ráðuneyti og innviðaráðuneyti, forsætisráðuneyti verða með þeirri vinnu og markmið að skila meiru og styrkja meira nærsamfélagi í því umhverfi. Þannig að sú vinna farin á stað og auðvitað samhliða því sem við erum að gera á okkar vettvangi. En síðan bara í blá lokin. Nú erum við að fara á stað með samtal við almenning og við höfum ákveðið að vera á þessum 5 stöðum og við sjáum svo bara hvort að við gerum meira í því en aðalatriðið náttúrulega þetta og eftir þennan fundi eru allir hér tilbúnir í viðtöl og ég bara vonast til þess að þið sem hér á fjölmiðlunum sinni þessu vel því þetta stórt og mikilvægt mál og við erum svo sannarlega tilbúin bæði til þess að nálgast í viðtölum og samtölum en sömuleiðis að mæta með allar þær upplýsingar sem við þurfum á að halda og þær skýrslur sem hér var vísað til að þær eru allar aðgengilegar þannig að það geta allir nálgast það á vefnum og því fleiri sem kynna sér efni þeirra því betra þannig að svona ég bara þakka fyrir og þakka ykkur öllum fyrir að mæta hér og það gríðarlega mikilvægt og ég hlakka til samtalsins því að það afskaplega mikilvægt að við tökum það okkur öllum til heilla. Takk.